Góðan daginn. Ég hef séð hana mann áður, en líklega ekki umgjörðin sem hann er með þetta. Glerin eru gömul, en umgjörðin er alveg fáni. Og gler, augu án umgjörðar, gera nú lítið gagn. Voru til hérna einu sinni englirni, þá hérna tróð maður hérna og við erum ekki með svoleiðis. Það settu á annað augað, ég fattar nú ekki af hverju settu á annað augað. Eru þeir þá ekki að gera svona eða þeir voru að horfa? Ég bara veit það ekki. En við, þessir alvöru menn, erum með svona gleraugu. Og þessari gerð, þú kannast við þetta. Og allt gengur þetta sér til enda og við þurfum þá endurnýja. Það er það sem við þurfum. Og þegar við þekkjum drottinn og hann þekkir okkur, veistu hvað gerist þá? Þá skaffar hann okkur það sem við þurfum. Það er nú málið. Og hann svo sem er búinn að skaffa mér aur fyrir margt löngu og ætli sé ekki hálft ár síðan ég eyðilagði fyrri spangirnar mínar, en það kom að því í dag að ég endurnýjaði spangirnar og fékk mér nýjar og er komin aftur með göngugleraugun mín. Ekki svo að skilja, ég sjá ekki ágætlega, ég sé ágætlega svona frá mér, en ekki vel nálægt mér og þá hef ég lesgleraugu. En ef maður er á að vera með gleraugu en er ekki að nota þau, þá er það bara þannig, minn kæri vinur, þá byrjar maður að þreytast í augunum. Og þess vegna eiginlega þarf maður að gera það sem þarf. Og þetta var þess sem þarf. Og nú eru þau komin og ég mun nota þau. Þangað til kannski ég sest á þau eins og með hinn. Ég settist á þau. Veistu það, þau þoldu það ekki. Finnst þér ekki skrítið? En þetta var það sem gerðist í mínu tilviki. En þú ert nú ekki þessi típa að fara þannig með gleraugun þín, þú elskar meir en allt annað, heldur ferðu með þau svo vel að þau eru eiginlega eins og sjáaldur augna þinna. Og það er held ég rétt nálgun við eitt stykki gleraugu. Þetta er nú svona fréttin sem ég veit að þeir slött samum, en kannski hafður nú smá gaman að því. Kannski fagnaður með þessum ágætna manni yfir því. Hann er komin aftur með það sem hann átti. Hann er komin aftur með það sem hann þarf. Af því að hann þjónar lifandi Guði, algóðum Guði sem að skaffar. Ekki? Það er það sem við kennum, það er það sem við lifum og það er það sem við upplifum. Hann mæti þörfum, segir við manni svo mig og þig, þið mun ekki skorta neitt. Eins og ég var að segja á þann, þá hefði ég nú getað verið búinn að fá mér þetta fyrir hálfu ári, ég man ekki hvenær ég braut inn, það er orðið allt of langt síðan. En allavega er þetta komið í höfn núna og þetta dróst svona svakalega er mér að kenna, ekki Guði. Hann var alltaf með peninginn kláran fyrir mig til að gera þetta, en það vantaði framtæki. Tölum ekki hátt það. Þú ert nú ekki heldur svoleiðis maður, þú ert með framtækið alveg uppi, hvenær sem þarf, þannig að þú ferð í verkin undan eins og þarf. En ég er svona drattast með
það kemur þó hægt fari og það allt í lagi. Aðalatriðið að komi þó að hægt fari og vinnist þó að hægt gerist, því að eins og með blessaðan dropann, ding, 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 þá vinnur það sitt verk og hvort sem að líður 1 mánuður, 1 dagur, 6 mánuðir, 1 ár, þá allt í einu komið. Og þegar það komið, þá verðum við alveg svakalega glöð. Biðtíminn, það var svo sem enginn, ég var svo sem ekkert að bíða eftir þessu, en ég vissi að þetta kæmi. Ég vissi að þegar ég færi af stað, þá myndi það koma og ég fór af stað og það kom, og það vissi ég líka. Og þú veist það líka, ef það eitthvað svoleiðis í þér, en það annað. Ef að maður á ekki fyrir því, þá gerir maður ekki neitt. Það verra að eiga fyrir því, en gera það ekki. Aftur sérðu að þú ert fremri þessu manni því að þú fer strax í verkið, strax í að sinna verkinu, strax í til þess að þér vanti það ekki of lengi. Þannig að við erum ekki alveg sömu típurnar. En þú sérð að ég að horfa hérna til hliðar, veistu af hverju það er? Segir það engum, ég veit ekki hvert ég á að horfa. Það nefnilega síminn. Ég veit ekki hvað þetta ágæta auga við myndavélar auga. Þess vegna horfi ég til hliðar og þú sérð að maður á að horfa beint á skjáinn. Það kennt í skólanum þannig. Beint fram, beint á viðkomandi sem þú ætlar að tala við. Þannig að ég er gjörsamlega löglega afsakaður að vera svona aðeins og ská. Svona þetta með þessi blessuðu tæki. Það allt í þessu, það vantar ekki. En svo veistu samt ekki hvert þú átt að horfa. Það finnst okkur svona kannski aðeins verra. Af því við erum nú þolinmótt fólk og miklar ágætis manneskjur, þá okkur líka slétt sama það. Við heyrum að þetta nú ágætis ræða. Innihald, já, svona sæmilegt. Engin háfleygni, fljúgandi með himinskautum af mælsku, ekkert svoleiðis. Bara þetta hérna var kveikjan vegna þess að ég vildi að þú vissir af því að þú hefur svo mikinn áhuga fyrir mér, ég veit það, að hann væri nú komið gleraugun sín aftur. En þú hafðir auðvitað ekki grænan grun það að ástæðan fyrir því hann misti þau var það sem hann sagði áðan og þú myndir aldrei gera, ég sé það bara á þér, það settist á þér. Það finnst þér nú alveg svona síðasta sort, ég sé það líka á þér. Þetta kemur fyrir meira að segja bestu menn. Og af því að þú ert einn af þessum bestu mönnum og þá skaltu ekki reykja þér hátt því að þú gætir. Ef að eitthvað óðagott kæmi á þig og þurftir að gera eitthvað alveg í kvelli, staðið upp, tekið þig gleraugun og þú náttúrulega leggur það eitthvað frá þér og svo hlammarðu þig niður og æ, hvað gerðist nú? Ég settist á gleraugun mín. Þá segir eins og ég, og svo gerir þú gott úr öllu saman og segir, maður víst ekki fullkominn. En drottinn fullkominn, þannig að þú þarft ekki að vera fullkominn, eða ég. Við þjónum honum sem algjörlega fullkominn. Hann gerir engin mistök og hann ekki með neitt óðagott á neinu. Ekkert kemur honum á óvart, en margt getur komið mér á óvart. Veistu af hverju kemur honum ekkert á óvart?
Því hann höfundur alls. Hann veit allt, en ég bara sumt. En, ég var að stoppa núna. Viltu heyra aðeins meira? Ok. Ertu til í hálftíma í viðbót? Ahaha. Ég sá að datt á þér andlitið. Nei, við tölum ekki hálftíma lengur. Við tölum kannski í smátíma í viðbót. Við náttúrulega höfum ekkert neitt að segja, tala, heyrir nú alveg greinilega. En vegna þess að þessi ágæti einstaklingur sem þú virðir svo mjög, finnst gaman að tala og líkum ekki neitt, þá heldur þetta smávegis áfram. Ekki neitt. En samt einhver. Þá segi ég bara, hafði ekki hátt. Láttu engan vita að þessi maður hafi talað ekki neitt. Kannski flýgur sagan fjöllum hæra. Hann var ekki að tala neitt. Það allt í lagi. Það má stundum tala ekki neitt. Og rugla smá. Nei, það má ekki rugla. Ég ekki sammála því. Það má gantast. Ég sammála því. Það má sýna gleraugun sín sem alveg svakalega stoltur af. Setur þau upp aftur, en sér ekki neitt með þau vegna þess að þau eru svona til að sjá frá. Svo set ég þessu, þau eru til þess að sjá nær og þá sé ég sjálfa mig alveg mjög vel. Mjög vel. Þetta allt saman gott með hvort öðru. En ég veit ekki hvað myndavélin þannig að þú sér það að ég horfi enn á ská og skakk, en þú ég segi, ekki segja frá því. Það má ekki. Það var einn alveg svakalega fúll í framan. Veistu hver það Já, þú veist það. Ok. Þú lætur það heldur ekki langt fara neitt lengra. Vegna þess að við erum vinir. Vegna þess að við erum vinir. Og vinir tala vel hvorum aðra. Ekki annars. Ég veit einn sem talar alltaf mjög vel þig. Hann svo heillaður af þér að hann alveg þreytist ekki á því að tala vel þig. Veistu hvað hann heitir? Hann heitir Jesús. Hann talar vel sérstaklega þig og alveg sérstaklega mig líka vegna þess. Hann horfir á mig, svo horfir hann á þig. Veistu hvað hann sér? Sitt fólk. Og hann elskar báða algjörlega jafn mikið. Og þetta auðvitað góð kennsla fyrir mig og þig að elska hvorur aðra jafn mikið. Það ekki mangarinnar áleitt. Þá held ég við séum nú bara í nokkuð góðum málum og þetta ekki bara ágætis endastöð. Í þetta skipti að þið vorum ekki að tala neitt hvort þið og ég segi bara og segir engum frá því. Bara aldeilis engum. Ja, mér alveg það. Þú má segja þetta öllum. Það má fljúga með himminskautum, sagði hann mig. En hún gerir það, ég veit að það fer enginn að tala þetta. Þannig það. En hérna við stoppum núna og gerum eitthvað meira alvöru næstur við gerum eitthvað. Og þá að finna hvar slekkum mann á þessu öllu saman og ég veit það ekki. Þarna gerum við það, já. Og þá bara kveð ég og Konráð Rúnar Friðriksson segir bless.